gaman að fá þig heimsókn eins og ávallt. Gaman að koma. Bæði spjallið fyrir og eftir. Já, svona án þess að ég ætla nú að fara í smáatriði á spjallinu sem við vorum í hérna fyrir, að þá ég í krefjandi verkefni. Já. Og eitt af því sem gaman við að hitta þig að maður fær ekki vera fórnarlamb. Og þegar maður í svona enska orðinu resistance, ætti maður að kalla það bara svona tregðu eða svona mótþróa. Sko, ég nota orðið viðnám. Viðnám, já. Af því að orðið viðnám svo fallegt. Þú ert við nám. Mitt. Ég hef aldrei horft á það þannig. Það þegar maður í viðnámi og allt innra með manni sem eins og í þessu tiltekna verkefni, menn ég held að sko ef ég útlist þetta fyrir fólki, þá mundu allir segja að þetta gríðarlega ósanngjarnt og mannlegi parturinn af manni bara, þú veist, þetta mjög ósanngjarnt og þetta alveg augljóslega bara mjög skrítið. En þegar maður komin á ákveðin stað, þá samt svona neytist maður til að, en ég samt leikstjórinn í mínu eigin lífi. Þannig að einhvern veginn hlýt ég að hafa viljað þetta á einhvern máta til þess að þroskast, eða til þess að læra hluti. Hvað myndir þú segja mitt ef eitthvað bara svona, ég meina, til dæmis ef að fólk, þú veist, kannski ýttustu dæmin við getum tekið einhvern veginn svo Nelson Mandela, sem fyrir saklaus í fangelsi. Þú veist, þá mjög mannlegt að vera bara já en, þetta ekki alveg í lagi, sko. Nei. Þannig að hvar fyrir þér, þú veist, línan alltaf bara þú valdir þetta sjálfur? Sko, það fyrir eftir hvaðan við horfum, hvort að við erum bara fórnarlömb eða hvort við erum skaparar, hvort að við skiljum það að allt sem veitir athygli vex og dafnar, eða hvort að við höldum að við sjöum í sjálfsög bara leiksopar í höndum annara. Það tala ósanngirni, en til ykkur ósanngirni. Ef við skoðum það sem við kallum skammtafræðina, þá bara núna og hefur alltaf verið. Það hvorki fortíð né framtíð, það alltaf gerast á sama tíma. Og þá fyrir við að velta það fyrir okkur, ef að það þá gæti viðhorfið til þess að mitt viðhorfið allt sem það allra besta sem það getur verið. Einfaldlega því að það Af því að ég að túlka augnabliki sjálfur. Ég að túlka upplifuna. Þegar ég segi eitthvað svo ósanngjarnt, þá ég að horfa á það út frá mínu viðhorfi, út frá því hver mín saga og flest við föst í sögum, við erum ekki til staðar. Þannig að þetta allt túlkun og þú ræður því eins og við vorum að tala áðan, ertu að sjá blessun eða böl, hentar þetta þér ekki núna og þú ferð í frekjukast, eða þetta nákvæmlega það sem að til stóð, óviljandi eða viljandi skiptir ekki öllum máli. Af því að það sem á borðinu það sem á borðinu. Og þá ræður því hvort þú ferð í viðnám, eða hvort þú ferð í ást og traust. Ef þú ferð í viðnám, þá kostar þetta hellingsútgjöld, orku, allskonar sjálfsvorkun, jafnvel heift og reiði, bræði, ásakanir. Ef þú ferð í ást, þá eru bara möguleikar, kærleikur, tækifæri, skilningur, samhygð og skilningur á því hvernig lífið vinnur saman þegar við búum til forsendur fyrir samvinnu. Hvað myndir þú segja, sko, svo ég haldi nú áfram að gera þetta persónulegum sálfræðitíma? Gott þú sagðir þetta, af því að ég ætlaði að bæta því við, en gleymdi því, að ef þú tekur ykkur persónulega, þá ertu búin að hafna þér sjálfur á þínum eigin forsendum. Ok, við þau endur þetta. Ef þú tekur ykkur persónulega, þá hafnar þú þér sjálfur á eigin forsendum. Ef það gefur þér ykkur gjöf, og þú neitar að þykja hana, hver á gjöfina? Já, góð pæling. Hvað sko þú lítur að hafa fengið til þín fólk sem einmitt skilur, því ég vil nú trúa því að ég sé alveg það eru lögð fyrir mig, eða hafa verið lögð fyrir mig alls konar verkefni á síðustu árum, sem að svona einmitt, ef maður leyfir sér að fara í styrkin sinn, þá sem maður þessi verkefni eru lögð fyrir mig að því að ég nógu sterkur til þess að fá þessi verkefni. Það ein hugsunin. Og þú veist, og þá að því að þú veist að ég held að þegar þú færð ákveðna tegunda verkefnum, þá færðu það og íktasta dæmið náttúrulega kannski eða svona með íktustu dæman og meira eins og við nefnum Nelson Mandela. Já. Ef þú nærð að fara í gegnum það verkefni að sitja svona lengi í fangelsi
og koma út sem kærleiksríkur maður, Já. þá heldur við sér sterkari flestir. Þá heldur við sér bara orðin komin á stað sem fæstir komast nokkuð tíðan á, að því stærðagráða verkefni sem var bara á þann hátt, sko. Við getum hort á þesslis, svo getum við líka hort á hann sem mjög skynsaman mann sem að vissi það að hann gætt vorkennt sér til heljar eða lifað í ljósi. Já, það sem ég kannski segja er að því stærri sem verkefnin verða, Já. því svona meira viðnám verður við því að ná að velja rétt, sko. Við getum sagt að það munur á því hvort að einhver, það er til fólk þar sem að það er þið spurt, sko, hvað er það erfiðasta sem hefur gerst á síðustu 5 árum í þínu lífi, og það er næstum því bara að hafa verið erfiður umferðardeppu, sko. Já. Skilur við. Og þá er sko, þannig það sem ég er kannski að reyna að segja er að, og það er, ég sé strax gjöf í því eins og í gær, að þá, að því, og eitt af því sem ég sé er að eina af gjöfunum er að þetta er að sýna mér að ég er þreyttur. Þetta sýnir mér það að geta mín til að takast á við þetta verkefni er minni en ég myndi vilja hún væri, af því að ég er kannski búin að vera svona, selja mér ákvæmna hluti. Já. Ég er þreyttar en ég hef selt mér. Og það er kannski komin eins og í gær, þá fer ég í jógatíma og þar fatta ég, já, það er svona ákveðnu hlutir sem ég hefði geta hlúa betra sjálfum mér. Já, býtu, því að við erum að tala sko, uppskýra og sáningu, og það því að maður lendir ekki í neinu, það lendir ekki í neinu mann sé fugl. Og við löðum að okkur, og þú varst að viðurkenna fyrir mér að þú er búin að vera mjög þreytandi på síkastið. Og akkur eru þú þreytandi? Ég held þú hafi talað það, sko, einhvern tíðan eða við höfum talað það, sko, þegar þú gengur nærri sjálfu þér. Já. Og gengur á sjálfu þér lengi. Og ert jafnvel kannski, skilur, ég held að, að maður talar bara skilyrningar. Að, skilyrningin, þú ert í vinnunni og við erum í samfélagi þar sem þetta snýst að þjána tekjur og svona, svo kannski veistu. Það er til dæmis ástæða fyrir því að fólk á vini sem að fá krabbamein. Þú ert ekki að taka lærdóminn í gegnum hina manneskjuna, þú svona býður aðeins. Það er svona, það er ekki, við skulum bara orða þannig, ég er alveg sekur það sama og flest allir í þessu samfélagi. Ég held að ef ég færi þarna út, þá myndi ég komast að þeirri og raunverulega bara geta séð líf fólks bara algjörlega gegnsætt. 9 af hverjum 10 ætti að setja það í forgang að hlúa hylkinu sínu. Það er að segja líkamannum, heilsunni og hækka tíðnina sína. 10 af hverjum 10? Eða 10 af hverjum 10, akkurat. Það er ástæða fyrir því að 0 af hverjum 10 er að gera það. Eða kannski 1 af hverjum, 5 af hverjum 100. Eða hvað sem við skulum segja. Það er vegna þess að skilyrðingarnar eru svo mikið í þá átt að það sé mikilvægar að vera að þjána pening, það sé mikilvægar að eignast hluti, það sé mikilvægar að vera með grímu og gangi í augun á öðru fólki og allt þetta, sko. Já. Þannig að ein gjöfin sem ég sé strax er að þetta sýnir mér eins og í gær. Ég fór að sofa í gærkvöldi og ég og kærasta mér, við erum umverulega svona, þegar við vorum að leggjast á kottanum, við vorum bara, vá, hvað þetta var góðu dagur. Já. Og bóðslega þakklátt fyrir hennar dag og það gerist í miðju mjög erfiðu verkefni. Sér. Það er sigur, sko. Því þá sér ég, þarna tók ég valdi við mín eigin lífi. Já. En síðan ertu kannski þreyttur og sefur. Já. Og í svefnrofunum með morgunin er allt í hennu bara hnútur í maganum og þú jafnvel svona, þú vilt vera í annars konar ástandi en þú ert allt í hennu bara í þessu ástandi. Já. Og þá þarftu aftur og aftur og aftur að bara gera ákveðna hluti, bara aga því að gera ákveðna hluti, hvort sem það er hugleiðsla, jóga, göngutúrar, góðu félagskapur, bara allt sem þú getur gert til að hækka tíðnina nógu mikið til þess að sé auðveldar að velja upp á nýtt. Býtu aðeins, að því að þú talar að maður þurfa að gera eitt og annað til þess að yfirgefa það ástand sem að maður vill ekki. En er það rétt? Er ekki aðalatriðið að vilja sig eins og maður er á hverjum tíma? Jú, og ekki að gera neitt heldur að vera. Einmitt. Eins og það sem ég er að segja við okkur, það er það að við höfum kost á því að sýna okkur kærleiku og umhyggju við allar aðstæður. Við þurfum ekki að hafna okkur, við þurfum ekki að yfirgefa okkur af því að við vaknum með kvíðan út í maganum eða okkur líður illa af því að við erum þreytandi, við erum búin að ganga nær okkur og þar myndi gott om. Það sem ég er að benda okkur á það er það að tilveru okkar byggist á viðhorfi. Og viðhorfið er hvernig þú sér þig. Ef að ég hlúi að mér, sýni mér kærleik og læri að treysta mér, öðlast heimild, verða verður,
að þá líður mér vel í eigin návist og þegar það koma upp hindranir að þá hef ég burði og orku til þess að vera með mér þar. Akkurat. Síðasta sem að ég geri ef mér líður ekki vel er að yfirgefa mig. Ég hlúi að mér og hvíli mig. Ég til dæmis finn aldrei fyrir efa nema ég sé þreyttur og ég er ekki þreyttur nema ég sé þreytandi. Og ég Hvað kallar þau að vera þreytandi? Já, akkur eru menn þreyttir? Erum við þreyttir að því að það er svo fallegu dagur? Erum við þreyttir að því að við erum svo skemmtilegir? Það var hjá mig skjólstæðingur í gær. Hvort kemur á undan að vera þreyttur eða vera þreytandi? Sko, þú verður að vera þreytandi til að gera þú þreyttur. Það er ekki hægt. Það kom til mín skjólstæðingur í gær og ég hef búin að heyri henni í 2-3 mínútur og ég segi við hana, þú ert með væluna? Og hún fer í viðnám og segir, nei, ég er ekkert með væluna. Og fyrir svo útskýra fyrir henni af hverju hún er svo þreytt. Útskýra fyrir mér af hverju hún er svona þreytt. Og ég segi, já, þannig að þú ert að segja mér að þú sé svona þreytt, að þú ert með væntingar sem að standast ekki og ert að gera væntingar til manna sem að hafa aldrei staðist og þú að það fer í taugarnar á þér að það skuli ekki vera að gerast og breytast. Þannig að þú ert að nota aðstæður sem þú gert áður til að vorkina þér. Og hún segir mig, já. Og ég segir við hana, þú gleymdir þér? Já, segir hún, ég gerði það. Og svo tölum við saman í nokkra mínútur viðbót og ég segir hún að tekur eftir því að þú ert ekki þreytandi lengur. Og hún segir, já, ég tek svo sannarlega eftir því. Hvað er að vera þreytandi en hann er verið í viðnámi? Þú veist, og maður vorkina sér, auðvitað getur maður orðið líka með að þreyttur eftir langan dag og talnugum ef það er mikið í gangi og ég er ekki að setja út á það að við getum þreytt okkur, en við vitum sjálf að afstæða hugans er miklu meira þreytandi heldur nokkuð tíma líka með vinna. Algjörlega, og það sem ég kannski svona spurði þarna, svo ég svona færi mig, ég er ennþá inn í mínu persónulega, en ég er svona samt að færa mig yfir í almenna, sko, að ég eins og segi, ég er svona áttamáði ég hef verið þreytandi og þreyttur. Góður. En þá er þetta, hvað með sko, þegar að því eitt er ef að manneskja er í þessu ástandi sem ég held að margir séu og vill ekki taka neina ábyrgð. Já. Og ég er svolítið að reikna með þeim að þannig fólk komi ekki til þín og ef það kemur til þín þá finnst þú örugglega bara að vera vitleysingur og mætir ekkert aftur, skilur. En hvað ef manneskja komin á þann stað að hún raunverulega skilur þetta, hún skilur að þú vill taka fulla ábyrgð og er bara, heyrðu, ég gerir mig grein fyrir því að ég er á þessum stað. En líkamskerfi mitt er þreytt. Já. Og þar á leiðandi er styttra í, það er meira átak fyrir mig, ég þarf að hafa meira fyrir því að vera að koma mér aftur og aftur í réttatíðinni. Sko, þetta er allt hegðun. Þetta er allt það sem við kallum vanar. Það eru 4 birtingar á mannlegu eðli. Það er kækur, það er vani, það er ferli og það er hefð. Og þegar maður er ekki vaknað til vitundar, að þá er maður bara kækur, maður er að bregðast við, maður er ekki að velja viðbragð. Og þegar maður vaknað til vitundar, en það við erum ekki hugsanir okkar, við erum ástur, kærleikur, við erum vitund, við erum sál, við erum vera, að þá allt í einu er maður komin í þá stöðu að geta valið viðbragð ef að maður er tilbúin til þess að taka óbyrðulega ábyrð á sinni tilvist. Íslenska orðið ábyrð er svolítið flókið orð, það vitnar í að taka á sig byrðar, það er þér að kenna, þér að þakka. Þess vegna erum við með orð sem að við bjöggum til sem er valfær, sem er sama orðið og responsibility á ensku. En þegar þú verður ábyrgur valfær, þá ertu orðin valdhafi í eigin tilvist. Og þá skilurðu að það gerist ýmislegt, en þú ræður því hvernig þú upplifir það. Eins og ég hef aldrei lent í neinu. Ég hef laðað að mér, ég hef komið mér í, en ég hef aldrei lent í neinu. Ég hef aldrei gert mistök. Ég hef gert ýmislegt, ég hef komið illa fram, ég hef með sér satt ósatt og með sér hafði fyrir stólið þegar rúlingur. Og sem betur fer hef ég ekki hagað mig svona í langan tíma. En ég hef ekki gert mistök, því ef ég hefði eitthvað tímann gert eitthvað annað, þá sæti ég ekki hér. Þetta er ferðalag og eitt leiðir af öðru, orsök og afleiðing. Og einhverjum tímapunkti þá gefst okkur færi til að vakna til vitundar og verða fullorðin og heil og skilja að það eru við sem erum annað valdhafar
eða fórnarlamb í eigin birtingu eða tilvist. Og þetta byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart okkur sjálfum. Erum við tilbúin til þess að vera? Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.